Mattheusarguðspjall, 12. kafli. Þessar mundir fór Jesús sáðlönd á hvíldardegi. Lærisveinar hans kenndu hungurs og tóku að tína kornöx og eta. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við hann: Lít á, lærisveinar þínir gera það sem ekki er leyft að gera á hvíldardegi. Jesús svaraði þeim: Hafið þið ekki lesið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðunarbrauðin sem hvorki hann né menn hans og engir nema prestarnir máttu éta. Eða hafið þið ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum og eru þó án saka? En ég segi ykkur, hér er meira en musterið. Ef þið hefðuð skilið hvað felst í orðunum miskunn semi vil ég, ekki fórnir, munduð þið ekki hafa sakfellt saklausa menn, því að mannssonurinn er drottinn hvíldardagsins. Jesús fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd, og þeir spurðu Jesú: Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi? Þeir hugðust kæra hann. Hann svarar þeim: Nú á einhver ykkar eina sauðkind og hún fellur í gryfju á hvíldardegi. Mundi hann þá ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Síðan segir hann við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. Þá gengu farísearnir út og tóku saman ráð sín gegn honum hvernig þeir getu náð lífi hans. Þegar Jesús varð þess vís, fór hann þaðan. Margir fylgdu honum og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Þannig átti það að rætast sem Jesaja spámaður sagði fyrir Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem ég hef velþóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Hvorki mun hann þrátta né rópa og lætur ekki heyra rödd sína á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og dapraðan hörkveik slekkur hann ekki, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirnar vona. Þá var maður færður til Jesú, haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann, svo að hinn mállausi gat talað og séð. Allt fólkið varð furðu lostið og sagði: Hann er þó ekki sonur Davíðs. Þegar farísear heyrðu það, sögðu þeir: Þessi maður rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Belzebúls, höfðingja illra anda. En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvert það ríki sem er sjálfu sér sundurþykkt leggst í auðn, og hver sú borg eða heimili sem er sjálfu sér sundurþykkt fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belzebúls, með hverju reka yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í hús hins sterka og rænt eigumanns, nema hann bindi áður hins sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem er ekki með mér, er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segi ég yður: Hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannssyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Annað hvort er tréð gott og ávöxturinn góður,
eða tréð vont og ávöxturinn vondur, því af ávextinum þekkist tréð. Þér nöðru kyn, hvernig geti þér sem eruð vond talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. En ég segi yður, á dómsdegi munu menn verða að svara fyrir hvert ónytju orð sem þeir mæla. Því af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Þá sögðu nokkrir fræðimenn og farísear við Jesú: Meistari, við viljum sjá þig gera tákn. Jesús svaraði þeim: Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Jónas var í kviði stórhvelisins 3 daga og 3 nætur, og eins mun mannssonurinn vera 3 daga og 3 nætur í skauti jarðar. Nínivemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar, og hér er meira en Jónas. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér er meira en Salómon. En sagði Jesús: Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðirhjóstur og leitar hælis, en finnur ekki. Þá segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutskipti þess manns verra eftir en áður. Eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Meðan Jesús var enn að tala við fólkið, komu móðir hans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann: Móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jesús svaraði þeim við hann mælti: Hver er móðir mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisveina sína og sagði: Hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. Mattheusar guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar, en allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði: Sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni, og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði það. Sumt féll meðal þyrna, og þyrnarnir uxu og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu: Hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði: Ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða, og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja: Með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá.
því að hjarta líðs þessa sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjáu ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisagan sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann kvikull og þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins, bregst hann þegar. Það sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfanna kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sáð var í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki og mann sáði góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sagðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, Þetta hefur einhver óvinnur gert. Þjónarnir sagðu við hann, Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, Nei. Með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin kornskurðartíð mun ég segja við kornskurðarmenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst það allra sáðkorna, en nær það vex það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja, ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sá sáir góða sæðinu mannssonurinn, akurinn heimurinn, góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa Guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, líkt himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu
og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum, og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En himnaríki líkt neti sem lagt í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá: Þannig sérhver fræðimaður sem orðinn lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu: Hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá: Hvergi spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Matteusar guðspjall, 14. kafli. Þessar mundir spyr Heródes fjórðungsstjóri tíðindin af Jesú, og hann segir við sveina sína: Þetta Jóhannes skírari, hann risinn frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. En Heródes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Heródíasar, konu Filippusar bróður síns, því Jóhannes hafði sagt við hann: Þú mátt ekki eiga hana. Heródes vildi deyða hann, en óttaðist fólkið, þar menn töldu hann vera spámann. En á afmælistegi Heródesar sté dóttir Heródíasar dans frammi fyrir gestónum og reif Heródes svo að hann sór þess eið að veit henni hvað sem hún bæði Að undirlagi móður sinnar segir hún: Gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur varð hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna bauð hann að veit henni þetta. Hann sendi böðla í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengið stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisveinar Jóhannesar komu, tóku líkið og greftruðu, fóru síðan og sögðu Jesú. Þegar Jesús heyrði þetta, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólkið frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgonum. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna. Hann kenndi í brjósti þá og læknaði þá sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu: Hér engin mannabyggð og dagur liðinn. Lát nú fólkið fara svo að það geti náð til þorpanna og keypt sér vistir. Jesús svaraði þeim: Fólkið þarf ekki að fara, gefið því sjálfir mat. Þeir svara honum: Við höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir: Færið mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum en þeir fólkinu, og allir neyttu og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana afgengu 12 körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 5.000 karlmanna, auk kvenna og barna. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfir meðan hann sendi fólkið brott.
og hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann þar einn. En báturinn var þegar kominn langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En langt var liðið nætur, kom Jesús til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sá hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta vofa, og æptu af hræðslu. En Jesús mælti jafn skjótt til þeirra, verið hughraustir, það ég, verið óhræddir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú, og Pétur sté úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En hann sá ofviðrið, varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trú litli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru, féllu fram fyrir honum og sögðu, sannarlega ert þú sonur Guðs. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti Jesú og sendi boð allt nágrennið og menn færðu til hans alla þá sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snerta fald klæða hans og allir sem snertu hann urðu alheilir. Matteusar Guðspjall, 15. kafli. Nú komu til Jesú farísear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu, hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfeðranna? Þeir þvo ekki hendur sínar áður en þeir neita matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjótið þið sjálfir boðorð Guðs sakir erfikenningar ykkar? Guð hefur sagt, heiðra föður þinn og móður, og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið, hver sem segir við föður sinn eða móður, það sem ég hef átt að styrkja þig með, gef ég til musterisins. Hann þarf ekki að heiðra föður sinn eða móður. Þið ógildið orð Guðs með erfikenningu ykkar. Hræsnarar. Sannspár var Jesaja ykkur hann segir, þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan og sagði, heyrið og skiljið. Ekki saurgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt saurgar mannin sem út fer af munni. Þá komu lærisveinar hans og sögðu við hann, veistu að farísearnir fyrtust við það sem þú sagðir? Jesús svaraði, sér hver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróðursett mun upprætt verða. Látið þá eiga sig, þeir eru blindir, leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan, falla báðir í gryfju. Þá sagði Pétur við Jesú, skýrðu fyrir okkur líkinguna. Hann svaraði, hafið þið ekki enn skilið? Skiljið þið ekki að allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrónni, en það sem út fer af munni kemur frá hjartanu, og slíkt saurgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sauralifnaður, þjófnaður, ljúgvitni, lastmælgi. Þetta það sem saurgar mannin, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Þaðan hélt Jesús til byggða Týrusar og Sídonar. Þá kom konan okkur kanversk úr þeim héröðum og kallaði, miskunna þú mér drottinn sonur Davíðs, dóttir mín mjög kvalin af illum anda. En Jesús svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komu þá og báðu hann, látt hana fara, hún eltir okkur með hrópum. Jesús mælti,
Ég ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Konan kom, laut honum og sagði: Drottinn, hjálpa þú mér. Hann svaraði: Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún sagði: Satt það, drottinn, þó eta hundarnir mola þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana: Kona, mikil trú þín, verði þér sem þú vilt. Og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu. Þaðan fór Jesús og kom að Galíleuvatni, og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komu til hans hópum saman og höfðu með sér haltamenn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og lögðu þá fyrir fætur hans og hann læknaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá mállausa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá, og þeir lofuðu Guð Ísraels. Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði: Ég kenni í brjósti mannfjöldan. Menn hafa nú hjá mér verið 3 daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta þá fara fastandi frá mér, þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisveinarnir sögðu: Hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr: Hve mörg brauð hafið þið? Þeir svara: 7 og fá eina smáfiska. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7 og fiskana, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum, en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar, 7 körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4.000 karlmanna, auk kvenna og barna. Síðan lét Jesús fólkið fara, sté í bátinn og kom í Magadan byggðir.